Ef til vill hafa allir einhver tímann fengið sér lýsi eða í minnsta lagi heyrt það nefnt og góðu heilsuáhrifin sem það býr yfir. Lýsi hefur verið notað mikið í gegnum aldirnar í allskyns nýtingu en maður þarf að undrast yfir því hvernig lýsi varð af því sem það er í dag og hvernig lýsi var í gamla daga. Uppruni notkunar þorskalýsis er rekjanlegt alla leið til víkingaaldana, en þá var fiskur og fiskolía mikilvægur hluti af næringarhring landsmanna. Þeir gerðu lýsi með því að sjóða vatn í potti eða eins konar katli, leggja svo greinarnar yfir og leyfa lifrinni að liggja þar. Þá byrjaði olían úr lifrinni að leka út í vatnið sem var síðan síað til þess að einangra lýsið. Þetta er mjög ólíkt ferlinu sem er í dag, þar sem nútímatækni gerir okkur kleift að búa til lýsi töluvert hraðar og í meira magni en í þá daga. Það var samt ekki fyrr en á 20. öldinni sem byrjað var að framleiða lýsi á Íslandi í alvarlegu magni. Forðum á Íslandi þekktum við enga aðra olíu en fiskiolíu, lýsi. Það var notað í ýmsa hluti, til dæmis sem ljósmeti, borið á skinnklæði til þess að gera þau vatnsheld og notað til þess að lægja öldur þegar sjógangur var mikill. Það var töluvert meiri fátækt hér á landi og matur var verðmæti sem ekki mátti sóa. Tómthúsmenn báru lýsi á brauð og kleinur og lummur voru steiktar upp úr lýsi. Fólk notaði helst sela og hákarlslýsi í lýsislampana vegna þess að þorskslýsið lyktaði skelfilega. Þegar Íslendingar róu til fiskveiðar báru þeir oft lýsi meðferðis. Það var drukkið til þess að halda hita á fiskimönnunum. Síðan á leið til landsins var því hellt fyrir borð stjórnborðsmegin til þess að létta bátinn og róðurinn heim. Fyrr á tímum eða fyrir það bil 1000 árum var tækni ekki langt komin á Íslandi en fólkið þurfti samt að lifa af og þar sem lýsi bjó yfir kröftum var það ómetanlega mikilvægt fyrir fólkið. Ísland er vel þekkt fyrir nýtingu á þorskalifrinni en nýtingin og vinnslan hefur þróast mikið í gegnum tíman. Áður fyrr var þorskalifur safnað í tunnur þar sem hún var látin renna og svo þurfti lifrin að standa úti þangað til að ljóst og ósúrt lýsi rann úr lifrinni. Lifraleifarnar voru kallaðir grútur sem voru svo bræddar í stað þess að geyma þá í lýsiskrifjunum. Elstu heimildir lifrabræðslu á Íslandi eru frá árinu 1728 í Grindavík og þau segja frá því að lifrin hafi verið brædd í steypujárnspottum þangað til að vatnið gufaði upp úr grútunum og lýsið skildi sig frá til þess að lýsið geti verið fleytað ofan af. Þessi aðferð var notuð upp að 1900 þegar gufubræðslu aðferðin tók við. Nýting þorsks hefur hækkað mikið yfir síðustu ár. Það var bara síðast árið 2014 sem nýting þorsklifrar var í kringum 10% en árið 2012 hafði nýtingin hækkað upp í 70%. Í dag er nánast allur fiskurinn notaður, eða 90%, líkt og í gamla daga þegar fiskur var aðalfæða Íslendinga. Lýsi HF er án efa stærsta og valdamesta fyrirtæki sem selur þorskslýsi í heiminum í dag. Lýsi HF var stofnað árið 1936 en það var ekki fyrr en árið 1938 sem verksmiðjan varð starfshæf. Hugmyndin byrjaði með skeyti til Tryggva Ólafssonar frá Easy Wise. Hann hafði haft samband við Tryggva eftir að magn A og D-vítamína í norska lýsinu sem hann hafði keypt upprunalega hefði snar minnkað. Þetta var byrjun fjöldaframleiðslu lýsis á Íslandi. En í gegnum tíman voru önnur fyrirtæki starfandi á Íslandi og víðan heim. Haraldur Böðvarsson og Co. var fyrsta fyrirtækið með niðurstöðuverksmiðju fyrir þorskalifur og starfaði frá árunum 1942 til 1943. Svo voru 2 fyrirtæki stofnuð 1968 en öll þeirra framleiðsla var stöðvuð 1970. Niðurstöða HF var síðan stofnað en það hefur ekki verið í framleiðslu síðan 1969. Áður fyrr höfðum við ekki sömu lífsgæði og við höfum í dag. Og þess vegna þurfti fólk að nota það sem það hafði til hendis og gera sem best úr því. Eins og fyrr var tekið fram var lýsi notað í allt mögulegt og eins og til dæmis að bera á föt eða á brauð. En nú er óþarfi að fjölnota lýsi á þennan hátt. Þó svo að lýsi í dag skipti okkur miklu máli, þá er það ekki eins mikilvægt og áður fyrr
þar sem fólk gat soltið í hel vegna næringarskorts og eins var lýsi ómetanlegt vegna lækningarmáttar og krafts þess. Í gamla daga nýttu Íslendingar allar vörur og mat sem til var. Þeir áttu sviðahausa með bestu list. Ekkert fór til spillis. Lýsi hélt áfram hefðinni að nýta fiskinn sem best en notkun hjá almenningi hefur dalað nema sem neytendavöru. Hausar og hryggir eru þurrkaðir, innyflin melt og lifrin niðurlögð í lýsi. Síðan eru lifraafgangarnir notaðir í mjöl. Ísland nýtti þorskaflann 74% árið 2011 á meðan meðaltal allra þjóða í heiminum er 54%.